Þá hefjum við leika í föstudagsþættinum á N4, kæru áhorfendur, á bóndadegi. Gleðilegan bóndadag, karlmenn, nær og fjær. Og til mín í sófann komin hún Berglind Marí frá bókasafninu, velkomin, þjóðfræðingur. Jú, mikið rétt. Og þú veist allt bóndadaginn. Allt, sko. Þetta með þennan sið sem að kannski ekki margir halda uppi en þann dag í dag, að bóndinn hafi skellt sér í aðra buxnaskálmina og skoppaði kringum bæinn sinn. Já. Eigum að trúa þessu? Það er alveg spurning, sko. Það hljómar svolítið hæpið. Á þessum árstíma allavega? Já, á þessum árstíma og í þessu landi. Já. Þetta, sko, það er bara, mér skilst að hafi bara verið til eitthvað ein heimild þennan sið sem barst honum Jóni Árnasyni. Já. Og siðurinn á þá leið fyrir þá sem ekki vita að bændur á hverjum bæ áttu að fara fyrstur mann á fætur á fyrsta degi þorra og fara út á skyrtunni einni saman og vera berfættir og berlæraðir nema að vera bara í annari brókarskálminu og láta hina lafa og hoppa á öðrum fæti í kringum bæinn. Þetta er svo fáránlegt í rauninni. Man veit ekki hvernig fólki dettur þetta í hug, sko. Ég sé bara fyrir mér eitthvað gott eitthvað grín, sko. Heyrðu, látum fólk framtíðar halda að þetta hafi verið siður, en svo veit maður ekki. En vitum við eitthvað af hverju önnur skálminn átt að dragast á eftir? Nei, maður veit það ekki. Og veist, manni dettur kannski helst í hug og einhver einn hafi gert þetta í einhverju ölæði og hinir hafi síðan bara já, þetta er málið. Skrifum þetta niður. En svo minnir þetta líka svolítið á finnska sánu sem að tíðkast enn í dag. Þú veist, þar fer fólk svolítið út líka. Já, kæla sig niður. Og svoleiðis að siðir voru þekktir á öðrum Norðurlöndum líka og á Íslandi meðan eldiviður var enn til. Já. Og kannski, sko... En með buxnaskálminu eitthvað? Var það? Nei, ég veit ekki alveg með buxnaskálmina, nema viðkomandi hafi verið að fá sér eitthvað í aðra tánna kannski, ég veit það ekki. Já. En kannski, sko, voru einhverja leifar eftir að þessum sið í munnmælum, svo kannski afbakaðist þetta eitthvað. Þetta er svolítið ráðgáta í rauninni. Með tímanum, sko. Já. Þetta er ráðgáta, sko. Algjörlega. Af því að manni finnst, sko, Jónsmessu siðurinn að baða sér nakin úr dögginni, manni finnst það alveg fullkomlega eðlilegt einhvern veginn. Já. Fagna sumri og sól og þá er aðeins fara að hlýna og svona. Já, en svo má kannski líka segja að það var rosalega kalt í torfbæjunum, hvort sem er. Já. Þannig kannski voru ekki svo mikil viðbrigði að fara þarna hálfnakin út, sko. Það var kannski bara við frostmark inn í torfkófunum, sko. Þannig að viðbrigðin voru ekki það mikil. Nei. Mögulega. En á Amtsbókasafninu, þar sem þú starfar, þar eru þið með ykkar svona sið sem er kannski víðar á vinnustöðum. Segðu okkur aðeins. Já. Þar skiptast konurnar á Amtsbókasafni og Héraðsskjalasafninu sem er á þriðju hæð hússins, skiptust á að baka eitthvað gott fyrir kallmennina í Brekkugötu 17 og færa þeim í kaffitímanum og þá fór þeir að sjálfsögðu að fara í fyrra kaffi. Já. Og það er alveg til Excel-skjal hver bakar hvað og svo framvegis, sko. Já, þannig að þið hefði haft það mjög gott í kaffinu í dag. Já, þetta er mjög skemmtilegur siður, sko. Já. En er það þá eins þegar það er konudagur? Já, mikið rétt. Þá baka þeir? Já. Æ, gott að heyra. Þetta er jafnrétti, sko. Já. En varðandi til dæmis að gefa blóm, er það ekki frekar nýlegu siður? Jú, það er frekar nýlegu siður. Það voru fyrstu bóndadagsblómin voru ekki auglýst bara rétt fyrir 1980. Já. Og síðan fór að verða meira af því. Og síðan fór ýmislegt meira að gerast. Þú veist, núna sjáum við til dæmis í dag að vera að auglýsa, sko, bara bóndadagsferðir, þú veist, tilboðsferðir til útlanda jafnvel, eða þú veist, ég var að sjá í gær bara gefðu bóndanuðinum bara súrdegsbrauð á bóndadaginn og þú veist, það er allt til einhvern veginn núna, tilboð hér og það. Þegar það þarf að selja eitthvað, að sjálfsögðu. Já, einmitt. Þannig að og svo er þetta náttúrulega upphaf þorra mánaðar. Jú, bóndadagur markar sem sagt upphaf þorra sem var sem sagt 4. vetrarmánuður samkvæmt gamla tímatalinu. Já. Og eitthvað tengist þetta líka tunglgöngu? Jú, þorri hófst þarna eftir fyrsta nýja
eftir fyrsta nýja tungl eftir vetrasólhvörf. Já. Fyrsta nýja tungl eftir vetrasólhvörf. Já, svo veitum við ekki alveg hvort það stendst í dag. Nei, og þá voru náttúrulega haldin sko blót og svoleiðis í heiðnum sið. En svo með eftir að kristni var tekin upp hér á landi, þá lagðist slíkt af, eða það lagðist ekki af, það var bara ekki... Stóð upp aftur allavega, svona í einhverju mynd, já, síðan voru þorrablótin, síðan var þetta allt endurvakið, kringum 1958. Í svona veisluformi. Já, í svona veisluformi. Og það var naustið sem að endurvakti þorrablótssiðin. Já, með þorramatnum. Með þorramatnum, já. Sem var kannski ekkit til skilgreindur sem slíkur? Nei, þú veist, það voru náttúrulega til kannski einhverja heimildir þú veist, þá var þetta bara matur sem hafi verið hversdagsmatur fyrr á öldum, þá var þetta skilgreint sem þorramatur og þá var það svona matur sem hafi legið í súr. Notaðar gömlu geymsluaðferðirnar. Já, og þá var þetta svona svolítið sniðugt hjá veitingastöðum að endurvekja þennan sið, kannski á þeim árstíma þar sem var mikið lognmolla í rekstrinum og að bjóða upp á eitthvað svona alveg sérstakt. Talandi lognmollu í rekstrinum, þá náttúrulega var leiðilegasti dagur ársins, það er búið að reikna hann út, hann var í vikunni sko, það var mánudagurinn síðasti. Já, hann er gott að hann sé búinn. Já, hann er búinn, sem betur fer, því að þá styttist í eitthvað meiri sól og gleði. Já, og svo náttúrulega í þessum gamla sið, þá var talað að eiginkonan ætti að gera vel við bóndan, ekki satt? Jú, ég fannst ég lesa það. Jú. Þannig að þá eru konur landsins eitthvað að leggja hausinn í bleyti væntanlega og reyna að dekstra kallinn sinn eitthvað. Já, það er hljóta að vera því, sko. Ertu með eitthvað plan fyrir þinn? Sko, já, ég er að vísa að vinna til 7 í dag, þannig að það er spurning, sko, en ég ætla nú samt að gera eitthvað, sko. Já. Svona smá en það er mitt að vita og hans að giska, sko. Já. Ég var að bjóða mínum á kótilettu kvöld. Já. Það er allt sniðugt. Mér myndi að heyra það aðeins og eftir, sko. Ég er svona hallast að því að það sé málið. Berglind Mari, það var gaman að fá þig í þáttinn og spjalla bóndadaginn og hefðir í kringum hann. Þú þarft að stökkva aftur á bókasafni, það er mikið að vera, alltaf gaman að koma til ykkar á bókasafninu. Takk. Og við bíðum spennt að sjá hverju ætlaði að breyta upp í nýjungum í ár. Takk fyrir komuna. Bara takk fyrir mig.